Komið sælir og blessaðir, kæru bogamenn. Ég búin að draga spilið ykkar. Nú ég að draga gyðjuspil fyrir hvert stjörnumerki. Og gyðjan kemur úr þessum spilastokki hérna sem heitir keltneska gyðjan. Keltnesku gyðjurnar. Kæru bogamenn, gyðjan sem kemur til ykkar númer 7 og hún heitir Æmend og hún gyðja góðrar heilsu. Þannig að ef að þið hafið verið að velta fyrir ykkur heilsutengdum málefnum eða hafið verið að glíma við slæma heilsu eða erfiðleika, þá þetta einmitt gyðjan fyrir ykkur. Það sem þessi gyðja stendur fyrir innsæið, lífsorkan og næringin. Hvers konar næring? Hún kemur frá Írlandi og gyðja frjósemi, heilsu, heilunar, endurnýjunar og endurfæðingar og kemur með jákvæðni inn í öll ykkar verkefni. Nafn hennar merkir sólbruni. Sunburn, og það verið að meina á jákvæðan hátt. Gætum kannski sagt bara birta sólar. Þannig að þú mátt vera viss að bjartari dagar eru framundan þar sem þú getur farið að lifa lífinu til fullnustu. Himnesk blessun mun koma með miklar breytingar, kynna þig fyrir fólki sem mun breyta lífið þínu og mun bjartari framtíð. Innsæið þitt meira vakandi en áður, þar sem himnesk orka að næra þig og vekja kvenlegu hliðina í þér og biðja þig að sjá hluti frá æðri sjónarhorni, hærra sjónarhorni. Æmend stendur fyrir hærra sjálfið þitt og eins og foreldri sem að leiðbeina þér. Hlustaðu á hana eins og hún væri móðir þín sem vill þér vel, verndar þig, nærir þig og vill að þú fáir að njóta þín. Lífið þitt fullt af blessunum. Almættið hefur skorist í leikinn eða mun skerast í leikinn í lífið þínu. Lífið þitt að breytast til hins betra og hér kemur þessi gyðja inn eins og verndar engill, skulum við segja. Svo fylgja hérna skilaboð. Ef að móðir þín farin og ekki lengur á meðalvori í jarðlífi, þá hún að tala við þig í gegnum þessa gyðju, eða þig mun dreyma hana og þú getur beðið það áður en þú ferð að sofa að ná sambandi við hana. Þannig að fyrir einhver ykkar þá hér skilaboð frá ykkar eigin móður. Einhver ykkar mun fara að ströndinni og eiga sólríkt sumarfrí erlendis.
Þú munt upplifa endurnýjun á einhverju verkefni eða einhverju sem að þú hefur ætlað að taka þér fyrir hendur og það mun fela í sér að hitta einhvern nýjan aðila, kynnast nýju fólki. Þú munt fá fréttir frá vini sem hefur verið fjarri í langan tíma og samband ykkar mun endurnýjast. Erfiðar ákvarðanir verða auðveldari að tækla þar sem að þú ert að fá aukna jákvæða orku og jákvæðara viðhorf til hluta með þessari orku sem þessi gyðja kemur með. Þú ert að fara inn í jákvæðan kafla í lífið þínu og fólk sem hefur yfir jákvæðri orku að ráða og hefur áhrif í kringum sig mun bjóða þér að koma og taka þátt í sínu starfi. Þau munu hjálpa þér að koma draumum þínum áleiðis og hjálpa þér að finna stað í lífinu þar sem þú munt finna ánægju. Það getur verið verkefni eða atvinna. Hlustaðu á aðra sjálfið þitt og hlustaðu ekki á þá sem segja að draumar þínir get ekki ræst. Þeirra raddir eru neikvæðnisraddir sem eru að reyna að fá þig til að loka orkunni þinni fyrir góðum hlutum. Ef þú fylgist með því sem er að gerast eða er að fara að gerast og myndu fá orku til að sjá hvernig hlutirnir eru í raun og veru. Hlustaðu og tengdu sjálfa þig, kæri bógamaður, við nýtt fólk sem almættið mun senda þér og sjá til þess að verði á vegi þínum. Ef til vill ertu nýbúin að kynnast þeim eða munt kynnast þeim á næstu vikum. Vorið skiptir líka máli hér varðandi það að hitta þetta fólk sem mun breyta lífið þínu til eins betra. Þar sem að vorið er nýliðið þá getur þið hafa kynnst í vor sem leið. Nú eða næsta vor verður tími þar sem að hlutir munu breytast varðandi vinahópinn. Alveg eins og kertaloginn reyndu að rísa yfir erfiðleikana. Horfðu á erfiðleikana þína frá hærra sjónarhorni en haltu samt fast í jarðtenginguna, grunninn sem þú hefur. Settu sjálfa þig í fyrsta sæti og hafðu varan á þér varðandi það að aðrir vilji plana hluti fyrir þig. Vertu stjórnandi í eigin lífi. Láttu ekki þá sem taka, nota dýrmæta tímann þinn. Falskir vinir gætu verið í kringum þig. Þeir eru alltaf tilbúnir að vera í lífið þínu á meðan þú getur gefið þeim eitthvað, en svo láta þeir sig hverfa meðan að þegar erfiðleikarnir bjáta á. Haltu beint áfram og hristu að þér allt það sem er fyrir aftan þig. Allt sem þú ert búinn með. Þú munt verða áræðnari og sýna meira frumkvæði í því að koma hlutum áleiðis sem að þú vilt að gerist. Og ef þú trúir því að þú geti náð árangri,
þá verður það svo. Dögunin kemur með aukinn kraft og sólskinið gefur þér meiri birtu og lætur þér líða betur. Það er spurning að þið reynið að njóta dögunarinnar. Uppskera getur ekki vaxið án hita og ljós. Gyðjan Æmend, hún ríkir yfir næringu, hún ríkir yfir öllu sem vex, korni, grænmeti, ávöxtum og líka jurtum fyrir heilun. Og það að borða náttúrulega fæðu kemur þér í jafnvægi við móður jörð, við móður náttúru og heldur líkamanum og andanum lifandi. Loka skilaboðin frá Æmend hér eru ekki fara á móti móður náttúru eða þínu eigin innsæi. Það er að segja, ef þú finnur og heyrir skilaboð sem þér finnst að séu rétt, taktu þá mark á þeim. Gefstu ekki upp og þá muntu sigra. Ef þú kemst í gegnum storminn, mun sólin alltaf rísa að lokum eftir hann. Taktu eftir öllum fræjum sem þú sáir, bæði andlegum og jarðbundnum fræjum, og taktu eftir því hvernig þau bera ávöxt. Einbeittu þér og fókusaðu á það sem gerir lífið betra og reyndu að forðast að láta snúa þér að neikvæðum hliðum. Móðir náttúra er að gera það sem hún getur til að hjálpa þér. Hún talar til hjarta þíns og sálar þinnar og þér líður vel í líkamanni þínum. Þetta voru skilaboðin til þín, kæri bogamaður og þið kæri bogamenn. Þetta spil er afskaplega fallegt, fullt af ljósi. Sólin skín og það er mikið sumar í þessu spili sem að segja mér að útivera og nálægð við náttúruna mun að öllum líkindum gera ykkur gott, bæði varðandi líkamlega og andlega heilsu. Heilsan okkar er jú samtvinnuð, það er að segja líkamlega og andlega. Þannig að ef þið hafið tök á því, reynið að fara út í náttúruna og anda að ykkur krafti hennar og njóti sólarinnar í hófi þegar hún lætur sjá sig. Það er ekki sólarljósi sem slíkt, kannski heldur birtan sem að gerir ykkur gott og hitinn. Farið samt varlega og byrja okkur vörn. Ok, kæru bogamenn, þetta var afskaplega fallegt og jákvætt spil. Ég vona að þið getið tekið eitthvað úr þessum skilaboðum og nýtt ykkur það til góðs. Gangi ykkur sem allra best. Ljós og kærleikur.